Góðan daginn. Vonandi verður dagurinn dásamlegur. Er rigning? Kannski hálka? Best að gæta sín. Við klæðum okkur eftir veðri til þess að verða ekki kalt. Við setjum vetratekk undir bílinn til að renna ekki út af. Við snúum hnífunum niður í uppþvottavélinni svo við slösum okkur ekki. Við erum alltaf að fyrirbyggja slys og óhöpp í daglegu lífi. Hversdagslegt og kunnuglegt. Já, og þetta er það sem átt er við þegar við tölum áhættumat og forvarnir. Við erum allan daginn að meta áhættuna í lífi okkar og bregðast við henni. Og það sama ætti að gilda í vinnuumhverfinu, ekki satt? Enginn þekkir vinnustaðinn betur en við sjálf. Þess vegna er það okkar að staldra við og spyrja okkur spurninga. Á þessi vír að standa út úr veggnum? Gætu þessar snúrur fellt einhvern? Er skrifborðstóllinn stillanlegur? Er hægt að skipta þessum hættulegu efnum út fyrir önnur hættuminni? Þarf fallvarnarbeltið núna? Við ættum öll að hjálpast að við að gera vinnuumhverfið öruggt og aðlaðandi. Við þurfum bæði að huga að líkamlegu og sálfélagslegu öryggi og vellíðan. Hvernig eru samskiptin? Eru brandararnir á kaffistofunu kannski óviðeigandi? Er einhver útundan? Við getum öll haft áhrif á vinnustaðamenninguna því við sköpum hana sjálf. Við hvetjum stjórnendur og starfsfólk til að opna samtal öryggi og vellíðan á vinnustaðnum. Sama hvers eðlis starfsemin er. Förum yfir hættur, skrifum þær niður og ákveðum hvernig við ætlum að fyrirbyggja þær. Aha, þá erum við komin með áætlun öryggi og heilbrigði. Munum líka að vinnuumhverfið tekur sífellt breytingum. Til dæmis þegar nýtt starfsfólk hefur störf, þegar nýjir verkferlar eru teknir upp eða ný tækni. Þá þarf að endurskoða áætlunina. Enda er hún lifandi skjal sem má ekki leggjast í dvala í tölvunni eða skúffunni. Hver er staðan á þínum vinnustað? Tökum höndum saman og komum heil heim. Kynntu þið málið nánar á vef Vinnueftirlitsins, þar sem finna má frekari leiðbeiningar til að styðjast við.